gerðu helgina? Jöfull var ég fullur. Ég trúi þess ekki. Nei, ég var bara heima. Hvað gerðu helgina? Sem var? Jöfull var ég fullur. Já. Svo ég nei, ég trúi þess ekki. Nei, trúi þess ekki. Nei, ég var bara heima. Já, þetta er skemmtilegt. Þetta er útvarp. Endurtaka það sem var bara rétt á hann. Menn er að tala rassa og svona og það er svolítið merkilegt að hérna þegar konur eru spurðar af því hvað þær horfi spái fyrst í fari karlmanns að þá er það ekki andlitið á honum sem það spá fyrst í, nei það er rassin á honum. Já, það er nokkuð athyglisvert og það kunne vera mjög vinsælt að vera með kúlur rass. Og hvað heitir þetta? Fókusgrúpa? Já. Hérna tvíhöfðanærbuxur. Jú. Tvíhöfðanærbuxur með bremsufari. Akkurat. Fólk endilega hafa samband við viðskiptibólið og segja með á móti tvíhöfðanærbuxur með bremsufari. Spurningin er, mundir þú kaupa tvíhöfðanærbuxur með bremsufari? Já, og síminn er Hættur. Og slökkva ljósi hérna. Ekki bara slökkva hérna niður og fara upp stegan? Gerum það bara. Já, ok. Já, við erum þá búin að fara og vorum ekki trættir. Já, ég vissi þetta ekki. Þið myndu ekki taka þessar svona, þetta eru 34 eða 35 kennitölur, sko. Þið myndu ekki taka þær kannski fyrir 20 eða eitthvað svona? Nei. Það er ekki, það virkar ekki alveg svona, sko. Nei, við þurfum að hafa, sko, undirskriftum. Það er það sem getur. Já. En ég meina það þarf ekkert að vita af þessu, sko. Fólkið? Já. Það getur vel verið að þetta er búið að selja einhverju annars það líka. Já. Það gengur ekki að mörgum stöðum, sko. Nei. Já, ég veit ekkert það, sko. Nei, þetta er ekki að þetta verður að vera með samþykki hvers og eins og þetta þarf að vera með þeirra undirskrift. Já. Eru þið allt í lagi? Já. Já, takk fyrir. Já, gjör svo. Já. Mjög interessant. En, nei, það er ekkert að díla neitt kennitölur, þú ert bara með kennitöluna þína. Já, og svona, þú getur... Nei, það eru margir sem ég hefði gaman að setja þarna og margar kennitölur sem ég er með í huga, sko. Já, sem að mann í fljótu bræði. Mamma myndi ekki, sko, ég veit að myndi aldrei nýta sér þetta, sko. Og það gerist margt. Já. Það er mikill handagangur í öskunni og prump í beinni. Heyrðist þetta í loftinu? Já. Ok. Hérna, sem sagt, ef að mér dettur í huga að prumpa, þá verð ég að fara út og fara með klósett. Vegna þess að það er viðbjóðslegur, þú veist að litt þegar þú prumpa. Nei, það er það ekki. En hérna, og heilmikið handagangur í öskunni og myndinni líkur á alveg stórkostlega nátt. En við ætlum að fá okkur sælgæti. Já. Fáum okkur þá gos, tölum gos. Gos með einni matskeið af lýsi, sko hálfu lítra af gosi, ein matskeið af lýsi, ein matskeið af tómatsafa og ein C-vitamin freyðitefla. Ekki slæmt. Prins Polo með ísbergsalati, selleri og gulrót og svo kannski
súkkulaði rúsínur með hörfræjum og niðurskórnum radísu. Við erum að tala saman, Jón, ég meina þetta bara hollusta nummer 1, 2 og 3. Frétt dagsins. Já, ég veit ekki með hann David Cronenberg hana. Hann ég held að hann sé búinn að missa það. Algjörlega. Cronenberger. Já, Cronenberger. Hann hefur gert eina góða mynd sem var, tvær, Videodrome og Scanners. 2 góða myndir. En síðan fór hún til rugl, eins og eina Naked Lunch og eitthvað. Nú að koma einhverja nýja mynd sem heitir Existenzeta. Ég held að þetta sé bara búið það með einhverja ómælda athygli á kvikmyndahátíð. Vakti líka ómælda athygli á kvikmyndahátíð þegar hann gerði þessa Krass. Það var ömulegt. Alveg hryllilega leiðileg mynd, maður. Þetta er ekki stúr. Ég var til að taka eftir atriðið þarna úr Dumb and Dumber þegar hann spyr hérna You wanna hear the most annoying sound in the world. Skilurðu? Ég var til að vakna við það. Menn það vakna skelli hlæjandi. Þá tekur hann upp seðlapunkt og stingur í milli brjóstana á mömmu. Sá hlýtur að vera frjáls ná, ég voru að free man. Stakk nú oft peningum í nærbuxurnar hans pappa. Nei, Jón, ertu að meina? Já, heyrðu, Sigurjón. Rúf. Já, heyrðu, ég vil vita meira. Halló. Mundu þeir segja? Já. Það er ekkert annað. Já, þú veist, ég hef tekið eftir því, ég hef talað við fólk sem að hlustar ekki á tvíhöfða og segir, jæja, góðan daginn, blessaður, hvað segir þú? Ertu að hlusta á þáttinn minn stundum? Nei, ég hlusta aldrei á þáttinn þinn. Ég er að hlusta á svona ýmsar aðra stöðar. Þetta fólk er undanþingarlaust fávitar. Já. Þannig að, þú veist, ég tek alltaf eftir því, sko, að þeir sem er að hlusta á þáttinn, sko, og fylgjast eitthvað með svona hvað er að gerast í þættinum mínum, það er yfirleitt mikið greindarfólk. Og svona mjög svona klátt og skemmtilegt fólk og er með á nótunum hvað, þú veist, bara í öllu, sko. Já, ég langar aðeins að... Bara mjög greint fólk vilja taka fram. Út í löndum, þegar maður verið út í lönd, sko, þá fær maður svona fínu McDonald's hambúrgar, það er gaman að fara á McDonald's það, skilur. Þá er svona black motherfucker sem að hérna afgreiði. En býtu, what can er þetta ekki staðilað? What can I do you first, sir? Motherfucker, you motherfucker. Yes, motherfucker, I'm gonna have a motherfucking burger, thank you. Yes, jab, og eitthvað svona. Og lætum hann hafa helvíti fínan borgara, sko, og shake, sko, og hérna þessar fínu frösku kartöflur. Þetta er á að vera staðlað, en ég meina, þetta er bara eitthvað, jó, ok, þeir eru litlir líka út í löndum, en það er samt einhvern veginn svona, ég veit ekki hvað það er, ég er ekki að fíla þetta, sko. Sem ég heiti Sigurjón Gjarnason, þá ert þú hálfur.